Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Þær verða að vísu svolítið óvenjulegar að þessu sinni. Í stað þess að ég fari austur, þá koma Austfirðingar til mín. Það eru félagar úr kór Fjarðabyggðar. Skemmtilegasta fólkið í Fjarðabyggð, segja þau sjálf. Þau ætla að stíga á svið hérna í menningarhúsinu Hofi sem við sjáum fyrir aftan mig og syngja þar af lífs og sálar kröftum dægurlög frá árunum 1960 til 1980. Þeir hafa fengið Sinfóníuhljómsveit Norðurlands í lið með sér. Þeir komu líka reyndar með rockband frá Neskaupstað. Þeirra tónlistarstjóri er að sjálfsögðu Norðfirðingurinn Daniel Þorsteinsson sem reyndar býr nú hérna í Eyjafirðinum núna. Gunnar Þórðarson, strandamaðurinn, hann hefur útsett fyrir hljómsveitina. Svo koma einsöngvarar og þeir ekki að verri endanum. Matti kemur frá Dalvík og svo hann Heiða. Gott ef hún er ekki strandamaður líka líkt og Gunnar Þórðarson. Það er tónverkamiðstöð Austurlands sem hefur skipulagt þessa tónleika, komið að koppin eins og sagt er og mikið verk sem þar liggur að baki. Það er ekkert annað að gera en að drífa sig inn í Hof, fylgjast fyrst með æfingum og síðan förum við á tónleikana. Njótið. Ég kem að þessu verkefni sem Norðfirðingur. Það var góðvinur minn og kennari Ágúst Ármann Þorláksson, tónlistarkennari og organisti og kórstjóri á Norðfirði sem átti hugmyndina af þessu verkefni, Óma Íslandslög, og hann í raun og veru lagði upp með það að setja af stað 3 ára verkefni sem myndi vera helgað íslenskri tónlist, ekki eingöngu dægurtónlist, heldur líka gömlu einsöngs- og kórlögunum, og þetta eru sem sagt 3. tónleikarnir. Þú ert formaður kórsins, hvað eru margir í þessum kór? Þeir sem koma fram á þessum tónleikum hérna í Hofi í kvöld, við erum 46. Annars erum við fleiri, við erum yfir 50 í kórnum, það átti ekki allir heimangengt. Kór Fjarðabyggðar hefur fylgt þessu alla tíð og síðan í fyrra þá voru það eftir stríðsáralögin og þá bættum við aðeins í, þá tókum við rytmíska hljómsveit með og í ár þá bætum við enn betur og göngum til liðs við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og rytmíska hljómsveit og einsöngvarar 2 og kór Fjarðabyggðar. Og ekkert mál að manna 50 manna kór í Fjarðabyggð? Nei, það hefur ekki verið neitt mál. Kórinn, þessi kór Fjarðabyggðar sem er í fólk frá öllum byggðakjörnunum nema reynda Mjóafirði. Það gerir nú landfræðilegar ástæður fyrir því að þeir eru erfitt með að sækja kórinn, en við erum með fólk frá Stöðvarfirði og norður á Norðfjörð í kórnum. Þú ert fædd og uppalinn í Bretlandi. Hvað kom til að þú lagðir landið til fót og fórst til Reyðarfjarðar? Það var þannig að ég var nýbúin í námi og langaði að koma hinga til Íslands bara sem túristi. Og það var alveg svakalega erfitt að komast hingað þá. Ég er að tala um 1986. Bæði dýrt og flókið að skipuleggja og ég var eiginlega bara búin að gefast upp á því og ég fór að tala við einhver sem hafði rekið augað í auglýsingi í blaði. Ég var að leita eftir tónlistarkennara, organista, kórstjóra, tréblásara og ég las auglýsingin og starfslýsingin, auglýsingin var eiginlega bara svona lýsing af því sem ég hafði mest áhuga að gera og þetta var bara til 1 árs, svo ég sótti Og fékkst? Já, bara hef ekki farið í burtu síðan. Man þarf þá ekkert að spyrja, þér líður vel á Reyðar? Já, rosalega, já. Og bara á Íslandi, þetta, já.
Horfið nú sumarið og sólin, í sálu minni hefur gríma völd. Í æsku léttu ís og myrkur jólin, nú einn ég sitt vetrarkvöld. Því eitt sinn verða allir menn að deyja, eftir bjartan daginn kemur nóg. Ég harma það, en samt ég verð að segja að sumarið líður allt og fljótt. Ég gái út gluggann minn, hvort gangir þú liðið inn. Mér alltaf sýnist ég sjái þig, ég rýni út rifurnar. Ég reyndar sér þig allstaðar, þá napurt það næðir hér og nístir mig. Daniel Kristjánsson hringdi í mig og spurði hvort ég vildi ekki vera með. Og mér fannst það bara mjög skemmtilegt og ég sagði já bara í þessu símtali. Ég sé strengina og flautu og klarinett og Daniel hann sér kórinn. Og svo töluðum við bara milli okkar með hljómsveitina að koma sjálfur sér. Þetta nú lög sem að bæði þú hefur samið og þekkir þess utan frá fyrri tíð. Já. Ég tók nú upp mörg af þeim, þó að það hefði ekki verið mín lög. Til dæmis Disco Frisco, ég stjórnaði upptöku á því lagi og einhverjum fleirum hann líka. Þannig að þetta einhvers staðar búið að vera þannig mörg ár. Ég bý á Reyðarfirði. Þú ert Reyðfirðingur? Já, ég ekki fædd þar og uppalinn en búin að búa þar í nokkuð mörg ár. Og kanntu vel við? Mjög vel. Og komstu langt að? Ég kem úr Kópavogi. Þú kemur úr Kópavogi? Já. Var ekkert mál að flytja í Reyðarfjörð? Ég reyndar kom við í Danmörku í millitíðinni og flutti til Reyðarfjarðar þaðan. Og fyrstu nóttina grét ég, en það var bara þá nótt. Það aðeins hærri fjöllin í Reyðarfirði heldur en í Danmörku. Já, þú má segja það. Ótrúlega vinalegt að hafa svona fjöll í kringum sig. Og Fjarðabyggð ekki bara góður staður, gott mannlíf? Jú, mjög góður staður og fjölbreytt mannlíf og mikið að vera. Hvað svona skemmtilegt við að vera í kór? Það bara skemmtilegt að hitta skemmtilegt fólk og vera saman og syngja lög. Allt skemmtilegt við þetta. Og leikur þú á þig jafnvel langar ferðir á æfingar? Já, ég þarf nú ekki að fara mjög langt, það svona 20 kilometrar. Það bara þægilt fyrir mig, með yfirleitt. Nú þetta fjarðamenn sem koma þarna saman, sýnist þér að fjarðamenn séu að verða fjarðamenn í einni stórri fylkingu? Já, veistu, ég held það bara. Það sé alveg að verða það. Já.
Þeir hafa náð saman. Já, mér finnst það. Og engin svona metingur á milli ferðamanna? Allavega ekki í kórstarfinu, það alveg á hreinu. Nei, þessi metingur, hann allur óðum að hverfa, við erum að sameinast. Og einmitt svona verkefni gera það verkum að við sameinast, við lærum að þekkja hvert annað og með því móti þá þjöppust við saman og verðum, syngjum einu rómi. Eitthvað til því sem að sagði við með eitt ferðamaður að þessi kór væri sýnishorn af skemmtilegasta fólkinu í ferðamið? Já, ég gæti bara ímyndað með það. Þetta væri bara sýnishorn af því. Þeir kátustu og söng vinnastu? Lang skemmtilegasta fólki. Dans, 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 dans. Já, meira en sýnishorn, þetta bara skemmtilegasta fólki. Þeir ekkert á milli mála? Ekki nokkur mála. Hvaða mælikvarða leggur á það? Já, það bara fólk sem getur komið saman og skemmt hvert öðru og náð samhæfingu og gert hlutina þannig að aðrir komi og hlusti á okkur. Það markmiðið. Dans, 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 dans. Glögtir ljós og flós, gef mér glaðlegt bros og dans, 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 dans. Hvað kom til að vorst að syngja í kór? Heyrðu, það var nú þannig að út á landi þá tekur maður náttúrulega þátt í því sem fer fram í bænum og ég var í Þorrablótsnefnd fyrsta skipti og hélt nú að ég myndi nú ekki geta sungið en okkar frábæri kórstjóri, hún Dilli sem að stjórnar einmitt kórnum okkar hún fékk mig til að syngja einsöng og það var til þess að ég fór í kór. Síðan hefur verið í kór? Sko, ég í smá pásu í kirkjukórnum, en ég fer af og til og svo tek ég þátt í þessum sameinaða kór. Og þetta gefandi að starfa í kór? Mjög gefandi. Og hvað svona gefandi við það? Já, mér finnst til dæmis eins og þetta verkefni. Þetta svona, þú veist, það markmið sett í upphafi og það tekist á við það og svo skilar það ákveðnum árangri og þetta bara ótrúlega skemmtilegt að vera saman með þessu fólki sem kemur alls staðar að og bara skila einhver til samfélagsins. Þú ætlar að halda áfram? Já, svo sannarlega. Það ger ég. Ég veit að nú ég elskar þig og að þú elskar mig eins mikið og ég dái þig verður þú ávallt góður minn þá að lokum ég mun eignast þig. Hvað það sem fær fólk til að koma saman aka langan veg til þess að fara á æfingar og syngja í kór? Hvað fær það á móti? Já, það fær náttúrulega þessa einstöku skemmtun sem það að syngja í kór. Vera með öðru fólki, kynnast öðru fólki og bara helga sér söngnum. Þetta svo gaman að vera í söng. Það sameinar fólk svo vel. Það svona ákveðið kannski spennufell þegar uppi staðið búið að vera að æfa í vikur og mánuði og síðan tónleikar? Já, jú, það ákveðið spennufell. Og svona ákveðin tónleiki líka. Það verður svona, bara hvað á maður nú að gera þegar æfingarnir ekki lengur. Það svona fyrsta eftir, sko. Fólkið almennt, myndi ég segja á Íslandi, mjög söngelst og það mikið kórhefð. Og ég myndi segja að það sé mikið metnaður í fólki. Fólkið vill gera vel og vanda sig og óbúslega glaður yfir því að fá einhvern til þess að segja sig til yfir höfuðið. Fólk náttúrulega lætur misvel af stjórn og ég rosalega mikið tilraunamanneskja þannig að ég ekki alltaf með fyrirfram ákveðin hugmyndir hvernig skal gera eitthvað. Svo fólk þurfa alltaf að fara í pínulítið ævintýri þegar við erum að byrja að æfa eitthvað. Ég elskar alla, dumar og sín. Ég vet og alla, kommendu því. Ég sögum á þér, ég kann henni ekki á þér. Ég kann lýsi við þig, ég kemur. En það gæti verður fyrir tennir. Þetta nöði
Þetta mjög skemmtilegt, já. Og þegar við komum þarna austur, margt fyrir löngu, þá hugsaðum við okkur hjónin hvernig getum við kynnst fólki á bestan hátt. Og þá kom þetta til. Fara í kór. Og þá hittum við þar 20 manns eða 25. Og þetta allt sem að vinnur okkar enn í dag, eftir 27 ár. Þetta bara eitthvað sem kom til mín. Því að maður, ofta maður spurður, hvernig fer það að þessu eða hvað? Ég ekki hugmyndu það. Ég segi bara alltaf sömu sværi, þeir fiska sem róa. Þeir sem eru duglegir að sitja og kemur það til manns. Og það sem ég hef aldrei verið góður íþróttamaður og finnst gaman bara að sitja, þá kom þetta lag. Þetta er Vetrarsól og Heiða ætlar að syngja. Spurðir allt heimsins brjá, ef það enginn hér sem stendur kyrr, aðrir hverfa á braut sem við þér jafnan ber og deilir með þér gleði og sorg. Þá áttu minn en ekki neitt ef þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur litið ljós. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur litið ljós, mín vetrarsól. Og það er gaman að syngja. Já, mjög svo. Er það gefandi? Alveg einstaklega. Það þó maður komið þreyttur á æfingu, þá það bara þannig að ef maður er búinn að vera á æfingu sem gengur vel, þá fer maður allur léttari og betri út eftir. Gott við þunglindi, sem sé. Já, alveg örugglega. Enda eitt þunglindi þarna fyrir austan. Það er bara það sem er skemmtilegast við að búa hér og búa út á landi. Maður getur gert hvað sem er. Og stundum eru fólk að biðja mig að framkvæma þeirra hugmyndir eins og þetta var ekki hugmyndin sem ég kom með og ég tek þátt í því og er í stjórnarkórinn og það er óbúslega skemmtilegt og maður er kynnast fullt af fólki og ný hlið á fólki. En stundum fær maður hugmyndir sjálfur og það er enginn sem segir nei, þú getur ekki gert þetta. Það er bara svona eitthvað, já, maður bara tekur þátt í öllu og já, þetta er óbúslega gefandi og lifandi. Við erum svo sem ekki að gera íslenskri tónlistarsögu ítalið skil. Í raun og veru þá hef ég svona sem tónlistarstjóri kannski bara valið inn í þetta svona þau lög sem ég langaði til þess að krukka aðeins í og jafnframt þótti tilefni til að yrði unnið svolítið með því að þetta er feikilegur arfur sem við eigum. Finnst þér, nú hefur þú útsett til dæmis sönginn fyrir kórinn, finnst þér gaman að grúska í þessari músík? Ég finnst það alveg stórkostlegt. Ég myndi helst vilja gera fátt annað. Og það hefur verið hvalriki náttúrulega að fá Gunnar Þórðarsson í lið með ykkur. Það var afar gott og það stóð alltaf til allan tíman að ljúka þessu 30 ára verkefni með því að ganga til liðs við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og að fá Gunnar Þórðarsson til að vinna með okkur og í raun og veru að setja fókusinn dálítið á hans tónlist því að hans efni það skipar til 50% af efnisskrá kvöldsins. Sauminn á fjallabotnin fagur
þetta tímabil frá 60 til 80 sem þarna tekið fyrir, það var gróandi í íslensku músíklífi og þessu annað. Já, þegar tímar hafa liðið, þá hefur þetta verið mjög gjöfult í svona góðum sönglínum. Já, ég vil segja það, milli 60 og 80 sérstaklega. Sá dagur koma mun, þá eldri verðum við og hvað við viljum þá gott að spá, viltu mig og vil ég þig. Þú og ég við verðum víst, vinur minn að bíða en bíða stundin rennur þú dregur hring á fingur glóandi gull. Og hans tónlist, það tónlist sem gaman að grúska í. Hann er mikið ólíkinda tól. Hann, náttúrulega eins og við vitum, hans ferill hófst svona kringum 1963 til 5. Bláu augun þín koma út 1965 og síðan í raun og veru alla hans tíð hefur bara komið hver stór standardinn á fætur öðru, alveg sama í hvaða stíl. Hann fór inn í diskóið og hann semur ballöður og hann semur dramatísk lög eins og Vetrarsól. Þannig að það er virkilega ánægilegt að vinna með honum. Og það er dálítið smá saga á bak við þetta lag. Því að þessi ágætis texti sem er í þessu lagi er eftir Ólaf Hauk Símonarson og það vildi svo til að konurnar okkar voru báðar ófrískar og þess vegna hlaut þessi texti að koma í þetta lag. Þitt fyrsta bros, þín fyrstu skref, þitt fyrsta orð, þín fyrstu tár, þín fyrsta sorg, þín fyrsta hrösun, þín fyrsta ást, þín fyrsti koss, þitt fyrsta ljóð. Mér finnst þú munir fæða allan heiminn alveg upp á nýtt. Þú mátt nú eiga það kunni að þetta er eitt fallegasta lag sem hefur verið samið held ég á Íslandi. Ég finn næstu alltaf að grenja þegar ég syng það. Ég líka. Já. Þínir menn að austan músík í þessum kór? Sannarlega. Mjög fallega sungið og vel unnið. Við erum með mjög góðan kórstjóra, Gillian Haworth, sem býr á Reyðarfirði og þetta er fólk af fjörðunum. Þetta náttúrulega skiptir máli fyrir mig persónulega sem norðfirðing. Þá hlýnar mér hjartaræturnar að vinna með þessu fólki. Og þetta var á þeim árum, þetta var 80 þegar punkið að koma líka inn og ég gleymi því aldrei að ég var eins og að labba niður í Austurstræti. Þessi plata var komin út á og það kemur svona náungi með svona kamp eins og punkararnir og hann hrækti fyrir fram á mig og sagði diskósvín. En þetta er ágætis lag og það er þetta, þið getið að dilla ykkur við þetta lag. Sagði við með einn úr kórnum, Gísli minn, þetta er skemmtilegasta fólkið úr Fjarðabyggð, þetta er ekki þeirra? Jú, allir það ekki. Svona gleði tónleikar, er ekki þetta túlka músíkina? Jú, það er ekki gleði í þessari músík. Og líka fegurð. Já, fullt af fegurð þarna. Flotti söngvarar líka, þau skila þessu vel. Við tala nú ekki kórinn.